sem viðtalsþáttur Þórhalls Gunnarssonar. Hulda Þórhallsdóttir, doktor í félagslegri sálfræði og lektor við Háskóla Íslands. Velkomin. Takk. Þú skrifaði skýrslu í siðfræðikafla rannsóknarskýrslunnar og það reynir að varpa ljós á hversna stjórnvöld, bankar og fjölmiðlar og þjóðin öllu reyndar brást ekki við þegar svona allt stemdi í óefni árið 2006 og við ætlum að ræða reyndar þessa afneitun ráðamanna, hjarðhegðun þjóðarinnar og líka hvernig stjórnvöld geta endurheimt traust þjóðarinnar. Mér langar samt að byrja á að ræða hvernig stjórnvöld og aðrir ráðamenn brugðust við þegar að matsfyrirtækið Fitch sendi frá sér skýrslu árið 2006 þar sem talað slæmar horfur í íslensku efnahagslífi. Heyrum hvað þau höfðu að segja. Ingimundur segir Fitch hafa farið offari í skýrslu sinni og líti fram hjá sterkri stöðu ríkissjóðs, lífeyrissjóðanna og flotgengi stefnu Seðlabankans. Það leitt að fá neikvæðar greiningar af þessu tagi. Ég bendi hins vegar á að oftast hér að ræða alveg nýja aðila sem eru að hefja greiningar og vonandi batna þessar greiningar þeirra. Þeir verða betur upplýstir íslensk efnahagsmál, íslenska bankastarfsemi og því miður gætir allt of oft misskilnings og alltaf því rangfærslna í þessum nýju greiningum. En það að það sé eitthvað hrun hér náttúrulega alls ekki. Við höfum náttúrulega verið að vekja athygli Íslendingar víða fyrir það hvað hér hefur verið mikil velmegun og mikla fjárfestingar og mikil umsvif. Og Norðurlandaþjóðirnar til dæmis hafa nú verið að horfa svolítið öfundaraugum til okkar út af þessu og ekki skilið þennan kraft í Íslendingum. Ég tel að það sé áhyggjuefni hversu viljugir sumir fjölmiðlar og stjórnarandstaðan hefur verið til að hlaupa upp til handa og fóta og taka undir ýmsa órökstudda gagnrýni sem að nokkrir erlendir aðilar hafa verið að halda á lofti, þar á meðal bankar og greiningardeildir banka sem í harðri samkeppni við íslensku bankana sem eru hreinlega sett fram í því skyni að koma höggi á sína samkeppnisaðila. Hvers vegna tóku ráðamenn ekki mark á þessum slæmspám? Já, það svona minnst kosti tvær megin skýringar á því. Í fyrsta lagi bara svo rökrétta skýring að það eitt og sér að taka undir dómsdagsbarnar gæti hjálpa til að láta það rætast og það vildi náttúrulega enginn á þeim tíma. En ég færi rök fyrir því að önnur skýring, veigamikil skýring, eigi sér svona sálfræðilega rætur og hún svo nefnist markmiðadrifin hugsun. Þannig að Íslands samfélag hafði verið eiginlega á blússandi siglingu alla 20. öldina og bara hraðar eftir því sem að líða tók nær árinu 2000 og vitanlega síðan þegar góðæri sjálft hófst. Þannig að Íslendingar höfðu í rauninni ekki mikla neikvæða sögu til þess að horfa til. Alltaf gengi vel. Við vorum yfirleitt á toppi allskyns alþjóðlegra mælikvarða Sameinuðu þjóðanna lífsgæði og svo framvegis. Þjóðarframleiðsla hafði aukist gríðarlega á undanfarnum 20 árum og allt svona beindist samabrunni. Þannig að ég svona færi rök fyrir því að fólk vildi trúa því og gat auðveldlega að trúa því að íslenskt efnahagslíf stæði traustum fótum. En var þetta einhvers konar ofmat? Já, þetta fyrirbæri eins ég nefni hérna sem að kallast markmiðadrifin hugsun og það þegar við höfum eitthvað markmið, í þessu tilviki markmið að trúa því að íslenskt efnahagslíf standi traustum fótum, þá túlkum við og endurtúlkum og röðum saman upplýsingum til samræmis við það markmið. Þannig við fært rök fyrir því að fólk var ekki endilega lævíst eða óheiðarlegt þegar það mótmælti þessum skýrslum fullum hálsi.
heldur var það einfaldlega staðfest trú þess vegna þess að markmiðadrifin hugsun virkar þannig að þegar raunveruleikin er svolítið flókin þá má tína til ýmsar upplýsingar til þess að staðfesta okkar skoðun og það vitum við öll að efnahagslífið er gríðarlega flókið og það er því auðvelt að tína til upplýsingar sem að staðfesta þá skoðun sem við viljum hafa og því held ég að það hafi fyrst og fremst átt sér stað og ekki bara meðal ráðamanna heldur líka meðal íslensku þjóðarinnar. Við vildum náttúrulega öll trúa því íslenskt efnahagslíf stæði traustum fótum. Við vorum mörg hver með lán í erlendri mynt og það var gríðarlega mikilvægt fyrir okkur að trúa því að gengi krónunar myndi halda áfram að vera sterkt og svo framvegis. En það sem er svo merkilegt við markmiðadrifna hugsun er það að við gerum okkur ekki grein fyrir því að hugsun okkar markist af henni. Við neytum því staðfærslega og yfirleitt svona heilari vandlætingu, enda getum við talað okkur sjálf trú það að við höfum tínt til allskyns rökréttar upplýsingar sem styðja okkar þangagang. En við höfum að jafnaði frekar auðvelt með að sjá að aðrir stýrist að markmiðadrifnu hugsun og það kemur svolítið skemmtilegi ljós einmitt í viðbröðunum við þessum skýrslu Fitch og líka skýrslu til Danske Bank, þar sem að skýrsluhöfundur voru iðulega vændir, mjög oft vændir einhvers konar svona öfund eða annarleg sjónarmið, þannig að þeirra skýrsluskrif voru drifin áfram einhvers konar markmið að draga úr því hvað Íslands efnahagslíf væri nú traust. En þannig að ég talaði að þessi reynslulausir, kunnið þetta ekki, skil ekki íslenskt viðskiptalíf og við sem erum búin að finna bara einhverja nýja stórkostlega formúlu sem enginn skilji og átti sig á og þá veltum maður líka fyrir sér sko er þá bara þjóðin og ráðamenn að hreinlega ljúga að sjálfum sér eða er þetta eins og kannski þú frekar að útskýra að þú kastar frá þeirri gagnrýni, óþægilegu gagnrýni sem að, hjálpar þér ekki að markmiðinu? Já, það er frekar það. Þú getur náttúrulega verið kannski svolítið haft svona kaltæðna sína á þetta og sagt að fólk sé að ljúga sjálfur sér. Einhver leyti er það kannski að gera það. En það sem var ekki fyrst og fremst fyrir mér er að benda á fólki er ekki beinlega sjálfrátt þegar það verði fyrir áhrifum af svona markmiðadrifnu hugsun og það sem meira er að rannsóknir hafa sýnt að greint fólk er líklegra til þess að vera fórnarlamb markmiðadrifnu hugsun heldur en þeir sem eru síður greindir og ástæðan er svo að við þurfum alltaf að tína til upplýsingar og túlka til þess að það er samræmist markmiðin okkur og eftir því sem fólk er greindara, því færar það erða í því og þetta er að sjálfsögðu markmiðadrifin hugsun getur skotið niður kollinu mjög víða og hún einskorast alls ekki við þetta dæmi sem ég nefni þarna. Hvað er annar staðar, ef svo við tökum dæmi bara þannig að fólk átti sig á því og getur sett sjálft sig í samhengi við það? Já, til dæmis, ég veit ekki hvort að fólk getur sett sjálft sig í samhengi við endurskoðendur en það er annað dæmi sem hefur verið mikið umræðinni, sérstaklega eftir fall Enrons, að tekið dæmi það að endurskoðendur, Enrons til dæmis og endurskoðendur sem að jafnaði stundar kannski svolítið vafasum bókhaldsbrögð, þeir hafa jafnaði verið afskaplega færir í að telja sér trúum að þetta sé nú réttlætilegt og tínaði til ýmsar ástæður, kannski aðrir hafa gert þetta og svo framvegis, sem að réttlæti þeirra gerður og missa sjónir af öllum ástæðum sem sína kannski hversna þetta ekki að gera það. Við vitum líka að læknar, rannsóknir hafa sýnt að læknar sem þiggja gjafir frá lyfjafyrirtækjum, allt frá bara litlum pennum og upp í stóra reisur sem eru dulbúnar sem einhverja vísindaráðstefnur, að þeir eru síðan í kjölfari líklari til þess að ávísa lyfjum frá þessum lyfjafyrirtækjum. Þrátt fyrir að læknarnir telji sig alls ekki gera það sjálfur, en þeir eru tilbúin til að sjá, þetta hefur hugsanlega áhrif á aðra lækna. Þannig að það sem þú segir líka er það að þó að menn útmálu sig fyrir að hafa ákveðin prinsip, þá er svo margt sem litar annarkvæmt prinsipin eða staðfestu eða skoðun og sérstaklega að því að hún leiðir að einhverju markmiði sem að hendar raunverulega eða passar. Já, það er rauninni miklu þægilegra. Almennt er bara maðurinn gerði þannig að þegar við hugsum þá er miklu auðveldara að finna hluti, það er miklu þægilegra að finna staðreyndir og hluti sem eru til samræmis að það sem við trúum á þegar. En ég meina þá er hægt að segja þetta bara með mjög ósýfnum hætti, það er mjög auðvelt að kaupa fólk til að gera allan hérna. Einhver leit er það rétt. Af því að það er ómeðvitað það, jáfnvel. Já, náttúrulega ef fólk, ef þetta er of mikið í andliti á þér að það sé verið að reyna að stýra þér, þá bregst fólk við. Fólk er nú ekki algjör að vélar, en það sem vakið fyrir mér er að benda á og svolítið rauði þráður í gegnum þessa skýrslu mína er að við, bara mannskepnan, hvort sem við vorum forstjórar í banka eða ekki, við mótumst mun meira af aðstæðum okkar heldur en við
gerum okkur grein fyrir og erum tilbúin til að viðurkenna. Þetta er athyglisvert, þú nefnir einmitt í skýrslunni að árið 2006, það var Viðskiptafræðistofnun Háskóla Íslands, setti ég að framkvæma ákveðna rannsókn á íslensku útrásarfyrirtækjunum og hvort sem niðurstaða þeirra var rétt eða röng, þá vekur athygli hverju kostuðu þessa rannsókn. Já, þetta var svona rannsóknarverkefni sem var hrundið af stað og það var kostað af eins og svo margt annað í íslensku samfélagi á þessum tíma, við skulum ekki gleyma því, að var kostað af bönkunum og nokkrum helstu útrásarfyrirtækjunum og útflutningsræði. Og verkefnið var að rannsaka í rauninni að skilja velgengni íslensku útrásarfyrirtækjunum. Og það kannski kemur ekki á óvart einmitt að niðurstöður, þetta var kannski verkefnið var ekki komið langt, en niðurstöður voru svolítið á þá leið að þarna væru miklir svona, kannski ákveðni snillingar við stjórnvölinn, að stjórnandi væri mjög hæfi, fyrirtækjamenningi væri mjög jákvæð og ákvörðun taka mjög skilvirk. Þannig niðurstöður voru þá mjög í hag, reynum að segja, þeirra sem kostuðu þessa rannsókn. En það má aldrei ekki gleyma því að það er ekki eins og það hefði verið fráleitt á sínum tíma. Þeim gekk mjög vel þessum fyrirtækjum. Þetta voru miklu snillingar við stjórnvöld. Já, það var ekkert bara viðskiptadeild Háskóla Íslands sem taldi það voru mjög margir aðrir sem taldi það. En þetta hafði áhrif á væntanlega þjóðina alla vegna þess að samkvæmt þjóðarpúlsi Gallup þá kemur fram 86% þjóðarinnar töldu árið 2005 eða 2006 að útrásin væri einmitt af hinu góða og góð fyrir íslenskt atvinnulíf. Þannig að þetta síast inn til þjóðarinnar. Já, og það er einmitt mjög athyglisvert í dag að kíkja á þessa könnun. Þar sem að 86% þjóðarinnar töldu útrásina góða. Auðvitað var smá munur eftir hvar fólk stóð í flokkum, en hann var ekki eins mikill og maður skildi ætla. Það var 93% sjálfstæðismanna sem töldu hana góða, en 74% Vinstri grænna. Og þetta er kannski sérstaklega svona áhugavert að skoða eftir hrun. Sérstaklega svona mjög skömmu eftir hrun. Þegar enginn vildi kannast við það að hafa stutt útrásina eða í rauninni haft það henni nokkuð gott. Og maður má ekki gleyma að þá var það orðið markmiðadrifna hugsun. Þá týndi fólk til ýmsar ástæður sem sýndi ég tók nú ekki þátt í þessu lífsgæða kapphlaupi og efnishyggjubrjálæði og ég var nú alltaf skeptískur. Þannig að það kom nýr blekkingarleikur eiginlega til sögunar. Já, svona ný markmið sem að við týndum til staðreyndir sem að studdi það. En þú segir þetta alltaf fallegu orði ný markmið, vegna að markmið í eðli sínu mjög fallegt, en þetta verður svona alltaf villandi vegna þess að markmiðin geta verið óheilbrigð í eðli sínu, þegar að minnstakosti niðurstaðan verður röng eftir allt saman. Já, það er kannski ekkert óheilbrigt fyrir velferð manneskjunnar að trúa því að hún hef ekki tekið þátt í eitthvað sem hún upplifir síðan sem blekkingarleik. Það getur verið gott fyrir mína eigin velferð að trúa því að ég hef ekki tekið þátt. En það er sjálfsög ekki gott fyrir þjóna sem heild ef allir taka þátt í allsherjar afneitun, sem ég er ekkert að segja að við höfum allir gert. En þetta var svona áberandi í umræðin enga síður skömm eftir hrun. Smæð samfélagsins, ég meina það hlýtur að hafa áhrif vegna þess að við erum alin upp í ákveðnu þjóðarstolti og þjóðarrembingi og að dásta sigrum og fagna yfirburðum okkar og það svona vera að keyra upp alltaf þessa andlegu stemningu og yfirburðastemningu. En þetta er partur af þessu líka að þjóðin, stór hluti þjóðarinnar fer í þessa átt, drifin áfram af forkólfum. Já, það er vel hugsanlegt. Ég færi rök fyrir því að hugsanlega hafi engin þjóð meiri svona þjóðarsamsömun heldur en Íslendingar. Og þetta er svona angiða stærra fyrirbæri sem er bara almennt hópsamsömun og getur átt sér stað allt frá litlum vinahópum upp í stóra þjóðir. Og ástæðan fyrir því að Íslendingar hafa svona sterka þjóðarsamsömun liggur meðal annars í fæðinni og svona einsleitninu sem hefur einkennt okkur og ekki síst í okkar landfræðilegu legu. Við erum svona lítil þjóð út í Ballarhafi, aðskilin öllum öðrum þjóðum og svona okkar saga er svona aðskilin öðrum og svo framvegis og þannig ég færi rauk fyrir því að við höfum líklega upplifað okkur alla tíð sem að minnst kosti svona frábrugðin og svona aðskilin öðrum og kannski svona þegar okkur fara að ganga afskaplega vel, jafnframt aðri öðrum. Og þessi sterka hópsamsömun hefur líklega, þjóðarsamsömun hefur líklega þjónað okkur mjög vel í gegnum tíðina. Við stöndum saman, við fyrirgefum fólki sem við teljum að vinni með hagsmuni þjóðarinnar í huga, við fyrirgefum þeim smávægilegar revísjónir, við styðjum heilshugar við bakið á fólki sem við teljum
að ég sé að bera hróður landsins víða og þetta er kannski svona kristallast hvað svona augljósast í þegar íþróttamenn og tónlistamenn og framvegis eru með landvinninga erlendis. En þetta átti sér líka stað þá þegar íslensku viðskiptalandnemannir héldu í sína reisur. Við stundum heil sögu baki á þeim. Og það sem gerist með svona þjóðarsamsumun, neikvæða hliðin á henni er svo að það verður til ákveðið gagnrýnisleysi. Við fyrsta lagi svona ákveðin hroki gagnvart þeim sem tilheyra ekki okkar hópi, út hópnum, sem eru þá aðra þjóðir í þessu tilviki, og svona lítil þolinmæði eða umberlendi gagnvart þeim sem er að gagnrýna innhópin eða okkar þjóð. Þeir eru þá taldið verið að skemma stemninguna og svona þeim er að jafnaði þá kannski svolítið úthýst. En hvar stöndum við þá núna með við það að við erum að skoða þetta tímabil kannski frá 2000 til 2008 og nú erum við hugsanlega að fara inn í einhvers konar aðra markmiðadrifna hugsun eins og þú kallar það. Við erum að skapa einhver aðra stemningu, nýja stemningu. Já. Hvar stöndum við? Það hljóta að vera hættumerki þar líka. Já, sko í fyrsta lagi eru þetta hlutinir að breytast ofislega mikið. Það er kannski erfittast að fingur eitthvað ákveðið. Rétt eftir hrun var mjög auðvelt að setja fingur á að pendullin hafi sveiflast frá einhvers konar efnishyggju og ég veit ekki græðgi yfir í svona mjög mikla efnishyggju og bara trúa á það að við ættum helst öll að flytja upp á heiðarbíli. En þannig að þá var svona ákveðin hjarðhegðun í gangi sem ég þótti nú kristallast mjög skemmtilega í því að við vorum hreinlega komin í hjarðarbúningin og öll farin að klæðast íslenskum lopapeysum. En ég held að það hafi nú dregið svolítið úr því og svona eitthvað smá meira jafnvægi að komast þar á. En önnur svona kannski hjarðhegðun eða markmið sem fólk hefur núna að það er mjög vinsælt að trúa því að nú að við Íslendingar séum alveg ómögulegir. Að okkur séu ekki við bjargandi. Við kunnum ekki að ráða okkur sjálf, við kunnum ekki þetta, getum ekki hitt og svona það er kannski heldur ekki alveg rétt, það má ekki gleyma því að okkur hefur nú gengið ágætlega og það áður en að útrásin hófst, þá voru þessi áðurnefndu mælikvarðar til vitnis það. Og ég svona kannski vara við því almennt séð að eitthvað er farin að vera viðtekin skoðun, að þá eigum við að staldra við og hugsa að býttu nú við. Má vera að hér sé fólk farið með eitthvað ákveðið markmið það að fara að tína til upplýsingar sem að samræmist þessari skoðun og eitt dæmi sem að mér er svolítið umhugað þessa dagana er sem viðtekna skoðun að allir stjórnmálamenn séu ómögulegir og það fáist ekkert gott fólk í stjórnmál. Ég held að þetta sé sem betur fer vitleysa. Sjálf hef ég þekkt marga stjórnmálamenn í gegnum tíðina og það er margt þið greindasta fólkum við farið í stjórnmála mikilvæg hugsjón. Auðvitað er misjætt söðrimörgu fyrir og allt það. En ég held að annað dæmi það að stjórnmálinn sé ekki alveg ómögulegt og fáist bara ómögulegt fólk í það er náttúrulega að stjórnlagaþingi. Þar buðu sig 500 manns fram og margt mjög gott og greint afbræst fólk. Þannig ég held svona að við erum að varast það að til dæmis í þessu tilviki að tala niður stjórnmáli. Það gerir náttúrulega okkur ekki gott. En tala niður og tala upp, það er alltaf spurning líka. Við töluðum upp ástandið og nú er verið að segja tölum upp ástandið, tölum upp stemninguna, en svo er einhver mörk í því. Hvað með bara traustið á stjórnmálunum? Ég meina, við áttum okkur á því að Alþingi sem stofnun, hún nýtur ekki traust nema tæplega 10% þjóðarinnar. Hvernig er hægt að ávinna sér traustið á ný? Já, það er því miður ekki til neitt einfalt svar við því. Traust er í rauninni það vilji okkar að standa berskjaldaður frammi fyrir einhverjum öðrum aðila í þeirri trú að hann sé okkur velviljaður, sé áreiðanlegur, hæfur, heiðarlegur og opinn. Og rannsóknir hafa sýnt að Íslendingar treystu stjórnvöldum vel fram að hruni. Svona alþjóðlega mælingar sem borið saman öðru Evrópuland, þá stóðu við mjög framalega í trausti sem orðið komast. En málið er að ég velti fyrir mér í dag á hverju þetta traust í raun og veru að byggði. Það vita það allir sem hafa verið í langtíma sambandi og hjónabandi að traust er ekkert vandamál þegar vel gengur. Traust er ekkert vandamál þegar hjón eru saman í rómantísku sumarfríi á Spáni. Það er ekki fyrir en að annað fyrir að glíma við erfið veikindi. Það er virkilega fyrir að reyna á traustið, á grunninn í sambandir. Og það er möguleiki að sama hafi átt sér stað í sambandi samskiptum þegnana við stjórnvöld. Þannig að þess að hugsalega byggðu trausti fyrst og fremst á, ég talaði um það er velvilji, áreiðanleiki, hæfi, heiðarleiki og að viðkomandi sé opinn. Hugsalega byggðist trausti fyrst og fremst á því að stjórnvöldur voru álitin hæf og áreiðanleg. Kannski ekki eins
velviljuð, opin og heiðarleg. Þannig að það vita það náttúrulega allir að það hefur verið loða lengi við íslensk stjórnmál að þau séu klíkustjórnmál, fyrirgreiðslupólitík og menn séu fyrst og fremst að skara elda að sinni köku og séu ekkert sérstaklega opin. Þannig að það má vera að þegar hrundi, þá var kannski ekki, var fólki ekki stóð ekki eins mikið að baki stjórnendum og við heldum og mælingar gáðu til kynna. En á þeim tíma þurftum við ekki að treysta eins mikið á stjórnvöld, einfallega vegna þess að atvinnulífið fungerar ágætlega og það voru fleiri valda aðilar í samfélaginu heldur en bara Alþingi og stjórnmálamenni sjálfir. Nú þurfum við að treysta miklu frekar á þá varðandi uppbygginguna. Hvað með þá fyrir þá að endurheimta traustið væntanlega við trúum því að þau vinni að einhverju sameiginlegu markmiðum líka. En það eru gagnrýnir allir innbyrðis, þau vinna ekki saman í hópum. Geta þau endurheimt traustið bara með aukinni samvinnu og sameiginlegri, sýn? Já, það er akkurat þetta sem ég að segja, að það svo athyglisvert að traustið hrundi ekki bara til Sjálfstæðisflokks og þeirra sem voru í stjórnmálaflokki, heldur líka nú ekki traust almennt til Alþingis yfir höfuð, hvar svo sem í flokki fólk stendur. Og þá held ég að koma þessum hinum grunnstöðum að trausti sem heiðarleiki og vera opin og fólk trúi því að stjórnvöld séu almenningi velviljuð. Og leiðin til þess að sýna fram á það bara gamaldags, má orðið komast, að það þarf bara að stjórnvöld þurfa að vinna fyrir opnum dyrum. Þau þurfa fyrst og fremst að það sem skiptir fólk mestu máli að ákvörðunarferlar séu réttlátir. Að fólk upplifir sem svo að hvernig ákvarðanir eru teknar sé sanngjarnt. Það skiptir oft miklu meira máli heldur niðurstöður ákvarðanir. Þannig að nú eru stjórnvöld náttúrulega kafna í verkum og þau eru að vinna sig fram úr staflanum og kannski telja sig ekki mega vera að því að vinna eins mikið í samvinnu með fólki. Þau eru bara með verkefnalista, þau trúa því að það sem þau eru að gera sé þjóðinni fyrir bestu. En þannig virka bara ekki allir að byggja upp traust og sérstaklega ekki stjórnmálum. Þú verður að gefa fólki, rödd. Það verður að fá að hafa eitthvað máli að segja, vera með eitthvað input og kannski gefa þeim meiri tækifæri til þess eða veri meiri bara samskiptum við það og heyra skoðanir þess en þá vantar oft leiðirna til þess. Já. Þarf að leita til fleiri, þurfa stjórnvöld að kalla fleiri til að hugmyndavinnu eða óttast þau einmitt að þá fari allt í kalda kola því að það koma ofmargar hugmyndir eða flækjumálin? Já, þetta náttúrulega ekki kannski skilvirkasta leiðin svona til skemmri tíma litið að leita álit hjá mörgum. Það tekur langa tíma, en það betra að vinna þessa vinnu í upphafi og heldur en að þurfa að fást við hana eftir á og fást við ónaðin almenning eftir á. Það getur vel verið að stjórnvöld sé að leita álits víða, en að því stjórnmálun er einu svona stjórnmál, þá þarf að auglýsa það rækilega. Það þarf að vera lýðunum ljóst að stjórnvöld sé að vinna fyrir opnum tjöldum. Það er ekki nóg að gera það þurfa allir að vita. En eitt vandamál sem þú bendir á, það eins og með bankana, hvernig þau ríðu til sín starfsfólk. Fólk sem að þurfti nákvæmlega eða vann einhvern veginn að stemningslega að markmiðum bankans, það passaði vel inn, það var ekki krítískt heldur, var einmitt tilbúið til þess að svona falla inn í fjörið, við getum kallað það svo, og þetta snerist líka aldursskiptingu, kynjaskiptingu. Þetta er eitthvað sem við þurfum að bara slíka, að finna ekki alltaf bara þá sem er okkur sammála eða eru nálægt okkur í aldri eða hugmyndum. Já, það er annað gömul saga á nýja að líkur sækir líkan heim og rannsóknir hafa sýnt að þegar við erum í hópi með fólk sem er líkt okkur þá ganga samskiptin mörgulítið betur, eru þægilegri og okkur líður betur, en það er ekki endilega farsalaust þegar þarf að taka krítískar ákvarðanir og það er vitamál að fyrirtæki þróast oft í eina átt, þar að segja starfsfólki sem þar vinnur. Einhver stofnar fyrirtækið með ákveðin gildi og hugsun ákveðin manneskja, svo manneskja laða síðan að sér ákveðið fólk sem hefur áhuga á starfi í slíku fyrirtæki. Síðan byrja kannski einhverju fyrirtækin að finna gildin sem eru við líði fyrirtækin ekki við og þá hættir það eða er rekið. Þannig að það myndar svona keðja sem við heldur sjálfur sér, þannig að smátt og smátt verður starfsmannaliðið einsleitara og einsleitara. Og þetta gerðist vitanlega í bönkunum, þar sem að mjög ábyrrandi að þar störfuðu vel gefnir, vel menntaðir, metnaðgefnir en reynslulitlir og frekar ungir karlmenn. Og svona einsleitur hópur er líka í mjög mikilli hættu á að verða svona hóphugsunarbráð. Það myndast mjög sterk
hóp samkennd eða hópa samsömun eins og ég talaði áðan sem ofsalega þægileg, það gott að vera í þannig hópi en þá aukast líkur á því að fólk segi ekki til vans. En á sama tíma þá að því að stjórnvöld þurfa til dæmis þegar að ráða til þessi sérfræðinga bæði inn í ráðuneyti og inn í starfshópa eiga þeir ekki einmitt að gæta þess að sem flestir með ólíkar skoðanir og hugmyndir komi þá þar að til þess að gæta þess að þessi hóphugsun og einsleitni komi ekki fram. Það gríðarlega mikilvægt, algjörlega og það, það er bara ekki hægt að leggja nógu mikla áherslu á það og það náttúrulega það sem ég færi rauk fyrir að hugsalega átti sér ekki stað í Bylgjónum. Það var svo húrrandi stemning á svæðinu að enginn vildi eyðileggja stemninguna. Hleypum hverulöndunum að því að menn eru alltaf á einhverjum tíma hverulöndar, það er aðalega þeir sem að detta í 10 og 15% hópin sem eru svona sjá að það er eitthvað rangt í gangi. Já, við þurfum að hlusta svolítið á hverlandana og það er það sem hefur svolítið verið talað núna og Páll Skúlason hefur talað að við verðum aðeins að þjálfa þjóðina sem heild í að hlusta og ekki að draga fólki dilka bara byggt á hvaða stjórnmálaflokki það er hugsanlega tilheyrt eða frendiður einhvern tímann verið á þingi fyrir annan stjórnmálaflokk heldur þarf að hlusta á innihald sem fólk hefur að segja. Við megum bara ekki við öðru í svona litlu samfélagi. Rétt í lokin, styrkleikar okkar. Liggja þær í smæði samfélagsins og hvernig getum við þá nýtt á? Já, það er náttúrulega sumt sem hefur ekkert breyst við hrunið og eitt af því er að við erum ennþá fámenn, samleið þjóð út í ballarhafi og í því liggja mjög miklu styrkleikar. Við hefum svona mjög sameiginlegt markmið að reisa við íslenskan efnahag og við viljum öll leggja okkar að mörkum til þess. Við erum velmenntuð og við erum já, það er klísja, en ég held að sé sönglísja, við erum dugleg, við höfum út af smæðinu, við þurfum að setja okkur marga hatta og gangi mörg hlutverk og ég held að með samtaka mætti og vilja og svona jákvæðni að snúa eins við þessari svona neikvæði markmiðadrifnu hugsun, þá getum við byrjað að klifra upp stigann á ný. Hulda Þórðardóttir, kærar þakkir fyrir komuna. Takk.